Þið munið að ég var að segja ykkur áðan að svipbrigði væri ofboðslega mikilvæg. Táknin einmitt og auðvitað eru góð dæmi það af hverju svipbrigði eru svona mikilvæg. Þessi tákn, einmitt og auðvitað, geta haft ólíkar merkingar eftir í hvernig svipbrigði fylgja þeim. Í íslensku þá kemur þetta fram í tónfalli. En í táknmáli þá eru táknin eins en svipbrigðin eru ólík. Þegar ég er að tala við einhvern, þá veit ég að viðkomandi að fylgjast með mér vegna þess að hann svara mér, er það einmitt? Auðvitað. Og þá veit ég ekki haldið áfram, en ef viðkomandi segir, einmitt, og ég fylgi svipur á honum, þá get ég farið aðeins tilbaka og endurtekið, einmitt, já, og svo held ég áfram. Prófið að æfa ykkur með mismunandi svipbrigði með þessum táknum. Prófið þið.